Komið sæl, ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar hér í ráðherrabústaðnum. Von er á yfirlýsingu vegna Icesave-deilunnar, en eins og fram hefur komið í fjölmiðlum þá hefur mikið gerst í því máli núna undanfarna 2 sólarhringa. Framkomið í fréttum á miðvikudaginn að Evrópusambandi hafi sett stífar kröfur það að Íslendingar myndu ganga frá því máli og finna lausn í þessu deilumáli við Breta og Hollendinga til þess að hreinlega að allar lánalínur til Íslands myndi ekki lokast. Þrýstingur var settur á Íslendinga frá Evrópusambandinu, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Norðurlöndum. Svo er einnig von á því að hérna verði kynntur aðgerðapakki sem ríkisstjórnin hefur tekið saman til þess að vernda heimilin í þeirri yfirstandandi kreppu sem nú ríður yfir landið. Þetta er pakki sem hefur verið talað og væntanlega fáum við að sjá hvað í honum felst nú hér rétt á eftir. Við bíðum eftir ráðherrum og það er kannski ekki úr vegi að líta aðeins yfir farin veg í tengslum við Icesave-deiluna og sjá svona hvað hefur gerst undanfarna daga og vikur. Icesave-deilan við Hollendinga og þá sérstaklega Breta hefur reynst íslenskum stjórnvöldum erfið. Þegar bankarnir hrundu í byrjun október lýsti ríkisstjórnin því yfir að hún myndi ábyrgjast allar innistæður í bönkum hér á landi. Yfirlýsingin náði hins vegar ekki til innistæðureikninga í íslenskum bönkum erlendis. Átti tryggingarsjóður innistæðueiganda að ábyrgjast þær innistæður. Samkvæmt reglugerðum Evrópska efnahagssvæðisins eru allar innistæður tryggðar upp að tæpum 21.000 evrum eða sem nemur rúmu 3,5 milljón króna miðað við núverandi gengi. Frá upphafi var hins vegar ljóst að ekki væri til nægir peningar í íslenska tryggingarsjóðnum til að borga út allar innistæður í Bretlandi og Hollandi. 19 milljarðar króna eru nú í sjóðnum en kröfurnar nema rúmum 600 milljörðum. Bresk og hollensk stjórnvöld litu því svo á að Íslendingar ætlu sér ekki að standa við skuldbindingar sína varðandi Icesave-reikninga Landsbankans. Ennfremur voru íslensk stjórnvöld gagnrýnd fyrir að mismuna einstaklingum eftir þjóðerni. Íslensk stjórnvöld töldu frá upphafi að þau getur leyst Icesave-deiluna án þess að það hefði áhrif á lánabeiðni Íslendinga annar staðar. Síðan dróst lánveiting Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á langinn. Geir, þessi frestun, er hún eitthvað í tengslum við Icesave-deiluna? Nei, hún er tilkomin vegna þess að við þurfum aðeins meiri tíma til að vinna í að afla annara lána og vonandi gengur það á næstu dögum. Menn viðurkenndu þó vandann. Það hefur orðið vart við það og ég hef fundið það sjálfur í samtölum við ýmsa að það er tilhneiging til þess í Evrópusambandinu að blanda saman lántöku okkar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og samstarfinu við sjóðinn, blanda því saman við uppgjör og niðurstöðu í þessu Icesave-máli. Ég hef sagt það við alla menn, hér eru 2 aðskilin mál á ferðinni og við sættum okkur ekki við að þeim verði blanda saman og við munum ekki láta kúga okkur til þess. Í sama streng tók iðnaðarráðherra nokkrum dögum síðar. Íslendingar munu standa við þær skuldbindingar sem að þeir sannanlega eiga að gera. Það er ekki deilt. Við höfum aldrei sagt það við þessa háu herra að við ætlum ekki að borga það sem við eigum að borga. Hins vegar er það bara þannig að það er deilt það hvað það er sem að við eigum að greiða. Og þarna erum að ræða svo gríðarlega fjárhæðir að það er ekki hægt að fallast á það að ganga frá því máli bak við luktar dyra á einhverjum örstuttum tíma. Hérna erum að ræða sennilega mesta hagsmunamál okkar frá því að deilan útfærslu landhelginna stóð yfir. Og vandamálin varðandi Icesave ágerðust. Þau mál er að valda okkur umtalsverðum vandræðum á alþjóðavettvangi og í samskiptum okkar við aðra þjóðir vegna þess að Bretar og Hollendingar virðast leggja á það ofurkapp að við göngum frá þeim málum áður en aðrir hlutir verði afgreiddir. Og það er lögfræðilegur ágreiningur þetta. Við erum ekki sammála það hvernig túlka beri það direktíf Evrópusambandsins sem að þessu máli snýr og við teljum að okkur beri ekki skylda til að greiða þær upphæðir sem að bæði Hollendingar og Bretar hafa verið að tala Í byrjun þessarar viku var stjórnvöldum endanlega ljóst að ekki yrði gengið fram hjá kröfu Breta og Hollendinga sátt í Icesave-málinu. Evrópusambandið óttaðist að máli yrði fordæmisgefandi ef Íslendingar stæðu ekki við sína skuldbindingar. Það myndi síðan leiða til upplausnar í hinu evrópska fjármálakerfi. Íslensk stjórnvöld fengu því skýr skilaboð frá alþjóðasamfélaginu, semjið strax eða þið fáið ekkert lán. Já, fyrir ykkur sem voru að koma að skjánum þá erum við stödd hérna í ráðherrabústaðnum. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar
Efni fundarins annars vegar Icesave-deilan sem að Íslendingar kannast við og síðan að sjálfsögðu þessi aðgerðapakki sem ríkisstjórnin hyggst kynna hér. Þetta aðgerðapakki til verndar heimilum í landinu. Í fyrsta skrefið á mánudaginn verður væntanlega kynntur annar pakki samkvæmt heimildum fréttastofu en það verður þá pakki sem beint að fyrirtækjum í landinu. Eins og fólk veit þá hefur Icesave-deilan verið svona mál sem hefur valdið ríkisstjórninni töluverðu vandræðum frá því að bankarnir hrundi núna í byrjun október og framkom í fréttayfirlitinu rétt áðan. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að ræða, 640 milljarðar að minnstakosti. Við vitum ekki ennþá hvort að eignir Landsbankans þarna erlendis dugi upp í þessar skuldir. Það verður að koma í ljós þegar fram í sækir. Englendingar þristu innistæður og allar eignir Landsbankans þegar bankarnir hrundu og menn vita hreinlega ekki ennþá hvort að við erum að sjá fram á það að eignirnar hafi rýrnað. Björgólfur Guðmundsson lofaði því í viðtali í Kastljósinu í gær að eignirnar myndu duga en eins og ég segi þá það bara hreinlega ekki komið í ljós. Ráðamenn ríkisstjórnarna hafa margsinnis lýst því yfir að þessi mál þar að segja lánaumsókn Íslendinga til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og deilan við Hollendinga og Breta Icesave-reikningana væru tvö óskild mál. Annað hefur komið á daginn, mikill þrýstingur frá Bretum og Hollendingum hefur valdið því að við Íslendingar eru komin í þá stöðu að þurfa einfallega að semja Icesave-málin áður en við gátum farið að fá lán frá öðrum ríkjum og þetta voru sjálfsögðu mikil vonbrigði fyrir ríkisstjórnina geti ímyndað mér en ráðherrar eru nú að koma þannig að við bara beinum myndavélum þangað. Takk fyrir. Við utanríkisráðherra viljum bjóða okkur velkomin hingað til blaðamannafundar í ráðherrabústaðnum. Við ætlum að greina hérna frá margvíslegum aðgerðum í þágu heimilana sem að ríkisstjórnin hefur verið með í undirbúningi og að sumt part komið áleiðis en annað í meðferð í Alþingi. Þetta eru margháttaðar aðgerðir sem að snerta ýmsa þætti sem lúta fjármálum heimilana. Við höfum talið það mjög mikilvægt að koma beint til móts við almenning og hag hins venjulega heimilis við þessar aðstæður sem hafa skapast. Og við ætlum að skipta á milli okkar að fara hér í gegnum þessi atriði. Í fyrsta lagi verður lagt fram frumvarp á Alþingi að létta greiðslubyrði einstaklinga með verðtryggð lán með sérstakri greiðslujöfnunar vísitölu. Þetta gæti lækkað greiðslubyrði á lánum 1. desember næstkomandi alltaf 10 af 100 og alltaf 20 af 100 eftir 1 ár frá því sem ella hefði orðið. Við teljum að þetta sé mjög mikilvæg aðgerð og hún auðvitað náskyld því sem áður var búið að tilkynna og hrindi í framkvæmd varðandi myntkörfulánin. Með þessu móti þá frestast hluti af verðbótum þar til síðar á lánstímanum. Við höfum líka beint í til Íbúðalánasjóðs að sýna meiri sveigjanleika og koma til móts við fólk sem á í greiðsluvanda. Það hefur verið fjölgað úrræðum í því skyni, svo sem með lengingu lána, skuldbreytingu vanskila, frestun afborgana og rýmri heimildum hvað varðar innheimtu aðgerðir. Við viljum líka og höfum lögfest heimildir fyrir Íbúðalánasjóð til að leigja út húsnæði í eigu sjóðsins, þannig að ef að fólk missir húsnæði sitt og það lendir í eigu sjóðsins að þá geti það leigt það áfram. Þannig þetta bjóða fólki upp á það að búa áfram í sínum fyrri íbúðum. Við viljum endurskoða lögin dráttarvexti með það fyrir augum að dráttarvexti lækki í það minnsta tímabundið. Við viljum setja þak á innheimtukostnað með því að breyta reglugerð hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar og það gæti tekið gildi 1. janúar næstkomandi og síðan hefur verið flutt frumvarp niðurfellingu stimpilgjalda í tengslu við skuldbreytingar og fleiri aðgerðir sem að þessu tengjast og það ætlunin að fella þau niður og sömuleiðis þinglýsingargjöld sem að tengjast þessu. Við munum gera nauðsynlegar breytingar og lögum til bráðabirgða, sömuleiðis á reglugerðum svo þetta geti náð fram að ganga. Og vil ég nú biðja utanríkisráðherra að taka við. Já, þakka þér fyrir. Nú varðandi þær aðgerðir sem að
ríkisstjórnin hefur ákveðið að grípa til sem að hafa áhrif á hag heimilanna og eiga að vera til þess að létta undir með þeim við þær aðstæður sem nú eru í samfélaginu. Þá vil ég nefna þessu til viðbótar að það hefur verið ákveðið að fella úr gildi tímabundið heimild sem að núna er til staðar að skuldajafna barnabótum á móti opinberum gjöldum foreldra. Þannig það verður ekki hægt að ganga að barnabótunum og nota þær til að skuldajafna á móti opinberum gjöldum sem að hafa lent í vanskilum. Þá er líka gert ráð fyrir því að barnabætur verði greiddar út mánaðarlega en ekki á 3 mánaða fresti eins og nú er, sem að gæti þá rétt undir með heimilunum. Ég vil líka nefna varðandi vaxtabætur. Eins og staðan er núna þá er heimild í lögum til að skuldajafna vaxtabótum á móti afborgunarlána hjá Íbúðalánasjóði og þessi heimild verði felld úr lögum þannig að þetta verði ekki lengur til staðar. Varðandi skattaskuldir þá viljum við liðka fyrir því að hægt sé að semja slíkar skuldir og það verði lögfestar tímabundnar heimildir innheimtumanna ríkissjóðs til að fella niður dráttarvexti, kostnað og gjöld í afmörkuðum tilfellum hvað þessar hluti varðar. Þá viljum við líka reyna að stuðla því að innheimtuaðgerðir verði mildari og þeim tilmælum verði beint til allra ráðuneyta og stofnana ríkisins að milda eins og kostur er innheimtuaðgerðir gagnvart almenningi og þar með talið að takmarka sem kostur er það hlutfall launa sem nýtt verið til skuldajöfnunar. Eins og staðan er núna þá er heimilt að nýta alltaf 75% launa til skuldajöfnunar og við erum sem sagt að fara fram á það að þetta hlutfall verði lækkað og það verði gengið varlega þessa hluti. Þá er ein tillaga sem er til meðferðar, það er frumvarp sem hefur verið til meðferðar í þingflokkunum sem að gerir ráð fyrir því að það sé heimilt að endurgreiða hluta vörugjalda og virðisaukaskatts af notuðum ökutækjum sem seldur úr landi samkvæmt ákveðnum fyrningarreglum sem miðast við aldur ökutækisins og upphæðin hún verður endurgreidd eiganda viðkomandi ökutækis þannig að fólk geti þá losað sig við notaðan bíl sem það er í erfiðleikum með. Þessar aðgerðir, þessar tillögur hafa verið unnar af vinnuhóp á vegum ríkisstjórnarinnar að undirförnu. Sá hópur er enn að störfum og við gerum ráð fyrir því að í næsta umgangi þá verði tekið á ýmsum aðgerðum sem lúta sérstaklega að fyrirtækjunum. Þannig að það verði í næsta pakka sem að kemur þá til afgreiðslu í ríkisstjórninni frá þessum hópi. En það sem að er kannski líka rétt að segja frá og sem að þið náttúrulega vitið af og það er annars vegar væntanlegt og er inn í þingið frumvarp sérstakan saksóknara til þess að rannsaka mál sem að tengjast hruni bankakerfisins en jafnframt er verið að vinna að frumvarpi til laga sérstaka rannsóknarnefnd og sú vinna er á vegum forseta Alþingis og í samstarfi við formenn stjórnmálaflokkana og við gerum ráð fyrir því að það komi vonandi inn í þingið í næstu viku. En áður en að þessu loki vil ég fá að segja það og láta það koma hér fram að það hefur verið ákveðið að hætta við loftrýmisgæsluna sem að Bretar átt að sinna hér í desember og þessi ákvörðun er tekin á vettvangi NATO. Já, ég vildi aðeins bæta því við að þessar aðgerðir í þágu heimilanna sem við höfum núna við kynnt og hafa verið unnar í starfshæpu á vegum ríkisstjórnarinnar og okkar þingflokka. Þetta verður allt birt í blöðunum á morgun með auglýsingu, þannig að allir eiga að geta kynnt sér hvað hér er á ferðinni og velti fyrir sér hvernig það kemur út fyrir hvern og einn. Því auðvitað er að það sem skiptir máli að hver og einn einstaklingur og hvert og eitt heimili geti séð sjálft og fyrir sig hvað hangir á spýtunni í þessum aðgerðum öllum. Sumt hentar ákveðnum hópi fólks, annað ekki. Skuldajöfnun vegna barnabóta til dæmis er mikilvæg fyrir barnafólkið og útgreiðsla mánaðarlega á barnabótum og svo framvegis. En nú er orðið laust. Þessi milliríkjadeila sem við stöndum í núna við Breta og Hollendinga vegna Icesave, er eitthvað að þokast í átt að einhverju lausn á því máli? Já, ég held að sjá að segja að það þokist í átt að lausn, en hún er ekki komin, en þá geri ég ráð fyrir því að við munum ná einhvers konar bráðabirgða samkomulagi að leysa þetta mál með samningum. Og við eigum von á því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn muni taka okkar mál fyrir núna strax eftir helgina
og að við fáum þá afgreiðslu sem við eigum rétt á hjá sjóðnum, eins og hvert annað aðildarríki. En íslenska ríkið þá falla frá málsöðan í Bretlandi? Nei. Það er annað mál. Það eru nokkur atriði í undirbúningi hvað það varðar og við höfum ekki gefið okkur frá okkur neitt rétt í því sambandi. Þú sagði ekki að Íslendingar myndi ekki láta kúga sig hvað Icesave-deiluna varðar og ekki láta Breta og Hollendinga komast upp með það að blanda þessum málum saman. Nú er ljóst að við sitjum í þeirri stöðu. Létu íslensk stjórnvöld kúga sig til viðræðna Icesave-málið? Nei, við höfum alltaf gert ráð fyrir því og gert okkur grein fyrir því að á milli siðaðra þjóða þarf að leysa máli. Við lögðum áherslu á að þessi deila vegna Icesave geti gengið til dómstóla eða gerðardóms. Á það hefur ekki verið fallist og fyrir því eru ástæður sem að Evrópusambandið, sem nú er orðin okkar mótaðil í þessu, ekki löndin 2, það er ástæður fyrir því sem Evrópusambandið leggur mjög mikið upp úr. Þannig að við höfum eins og verið ekki gefið það frá okkur að með einhverjum hætti komið þessi mál til dæmis fyrir EFTA-dómstólinn, en það verður þá ekki í samkomulagi við mótaðilana. En við höfum gert auðvitað miklar athugasemdir við það að þessu máli væri blandað saman við afgreiðsluna hjá Gjaldeyrissjóðnum og teljum það auðvitað mjög óeðlilegt og höfðum orðmanna fyrir því vestanhafs að það yrði ekki gert. En það er svolítið annað að þurfa að fást við 2 þjóðir eða þessar 27 sem eru í Evrópusambandinu sem að stóðu algjörlega saman í þessu máli. En það sem út úr þessu hefur komið, og það finnst mér vera það mikilvægast, er það að við höfum fyrirheit það núna, það verið tekið ríkara tillit til okkar sérstöðu og ríkara tillit til okkar stöðu í efnahagsmálum heldur en áður hefði verið. Þannig að við erum að ná hér heilmiklum árangri hvað það varðar. Ég veit ekki hvort kannski aðeins að bæta við, skulum ekki gleyma því að þegar þessi deila reis í upphafi, þá voru kröfurnar þær að við ábyrgðumst í rauninni öll innlánin í þessum reikningum, Icesave-reikningum, hvort sem að það var á vegum sveitarfélaga eða einstaklinga. Það sem þetta þó komið í núna og var svo sem í viðræðunum við Breta og Hollendinga eru lágmarksupphæðirnar, 20.887 evrur og það er það sem að þeir fallast alls ekki á að hægt sé að gefa eftir með, vegna þess að það sé kjarninn í þessari reglugerð Evrópusambandsins sem að þeir segja einfallega gildi á öllu evrópska efnahagssvæðinu og Íslandi jafnt sem annar staðar, og þeir eru ekki tilbúni til að búa til neina réttar óvissu varðandi þá reglugerð og þar að leiðandi ekki tilbúni til þess að senda hana fyrir Evrópudómstólinn eða EFTA-dómstólinn eða í gerðardóm, vegna þess að þeir segja þar með séu þeir að fallast á að það sé réttarágreiningur. Liggur fyrir einhver viðurkenning íslenskra stjórnvalda á þeirri kröfu? Hvað segirðu? Liggur fyrir einhver viðurkenning íslenskra stjórnvalda á þeirri kröfu? Það sé full ríkisábyrgð á Við föllumst á það að greiða þessa, það er undir að við föllumst þá á það að greiða þessa 20.887 evrur per reikning, en við okkar lagaskilningur, okkar skilningur á direktífinu er enn til staðar. Við hefum ekki fallið frá þeirri afstöð okkar að þetta direktíf ná í rauninni fyrst og fremst til þess þeirra einn og stakur banki fyrir á hliðin en ekki heilt kerfi. Þannig að svo umræða getur í sjálfu sér haldið áfram við Evrópusambandið, en það er ekki hægt að fara með það fyrir dómstóla eins og málum er háttað. Við höfum ekki fallið frá okkar lagalegu röksemdum í þessu og höldum þeim fyllilega til haga eins og réttinum til að taka þetta mál fyrir ef það skildi reka á fjörur til dæmis eftir dómstólsins. En við þurfum að leysa þetta mál. Við teljum okkur að fundi leið til þess þannig að mikilvægum hagsmunum Íslands sé ekki stemt í voða, og ég benda á það sem að fyrirvændi formaður Bankar- og Landsbanka sagði nú í gær í sjónvarpinu, að hann teldi að allar eignir bankars myndu duga fyrir öllum þessum skuldbindingum, og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að varveita eignirnar, taka yfir þennan banka í íslenskar hendur til þess að varveita þær, og þá mun spilast mun betur úr því heldur en ef að þær rýrna. Þú varst næst held ég. Ingibjörg, mig langaði að spyrja þig, þú staðir í viðtali við Viðskiptablaðinu 29. ágúst að hér væri alls engin kreppa, aðeins 4 vikum síðar er fyrsti bankinn þjóðnýttur. Gerði íslenska ríkisstjórnin sér á þessum tíma virkilega ekki grein fyrir í hvað stemdi, og ef ekki, er hún þá hreinlega ekki vanhæf til að stjórna efnahagslífi Íslands? Nei, þegar ég sagði þetta þá var ekki kreppa, þá voru blikur á lofti eins og ég sagði reyndar í því viðtali. Nú eru hins vegar staðan allt önnur, auðvitað stöndum við hér í miðri kreppu, miðri fjármálakreppu sem hefur haft í för með sér mikla efnahagskreppu. Þannig að staðan var ekki svo á þeim tíma, hins vegar voru sannarlega blikur á lofti. Sölvi.
Já, tvennt varðandi Icesave. Komum við okkur ekki í þessi vandræði með því að ábyrgjast innstæður Íslendinga vegna þess að þar með brutum við jafnræðisreglu og þá verða öll þessi ríki sammála við verðum að gera það sama utanlands og síðan hitt, þú sagðir í viðtali við mig í gær Ingibjörg að við myndum líklega sitja uppi með 100 til 300 milljarða sem við þurfum að borga. Nú segir þú og hefur eftir formanni Bankaráðs Landsbankans að eignirnar muni duga fyrir skuldunum. Við veitum ekki hvort þær duga eða ekki, vonandi gera þær það. En til þess að það geti dugað langt upp í þessar skuldir að þá þarf að halda þeim við. Eignir þar eru mikið í formi útlána og það þarf að passa upp á þetta. Og þetta getur tekið nokkur ár að fá það sem hægt út úr þessum eignum. Þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé þetta samið þannig að það íþyngi okkur ekki á meðan. En spurningin hvað var hún aftur? Hún var það með því að ábyrgjast innistæður á Íslandi og þá náttúrulega erum við að gera allt vitlaust. Þú ert þarna með ákveðið sjónarmið sem hefur heyrst af vettvangi Evrópusambandsins, en það snýst ekki deilan. Þeir gera engan ágreining það að við ábyrgjumstu reikninga hér á Íslandi upp að þessu innistæðum. Annars þið litið á þetta sem eins konar kúgun í okkar garð ef við hefðum ekki farið í það að ábyrgjast innistæður hér en gerum ekki það saman. Ég veit hvað þú ert að tala um. Þú ert að tala um það að með því að ríkið ábyrgist allar innistæður á Íslandi en ekki annar staðar, þá séum við að mismuna á grundvelli þjóðernis. Þetta er sjónarmið sem við höfum heyrt. En við höfnum því algjörlega og við teljum að íslenski ríkissjóðurinn og íslenska ríkið geti við þær aðstæður sem nú uppi, sem varða þjóðarheill og almannahagsmuni í mjög ríkum mæli, þá geti auðvitað íslenska ríkið tekið ábyrgð á sínum eigin þegnum með þessum hætti. Það held ég ekki hægt að deila þó að þeir sem lesa Evrópubókstafinn mjög þröngt túlki það eins og þú ert að halda fram. Nei, við teljum ekki að svo sé ef þú lest sáttmálann um Evrópska efnahagsvæðið þá hafa ríkinu þetta Það værum ekki allt annars stöðu ef að þið hefðu ekki hlaupið í að ábyrgjast innistæðu hér. Það var rétt og skyldu til að bera hönd fyrir höfuð sér þegar aðstæður eru svona eins og nú var hér um daginn. Það værum ekki miklu betri samningsstöðu ef við hefðum ekki ábyrgst innistæður hér fyrst. Við værum samt að semjum það eins og við erum núna að ábyrgjast upp á 20.887 eurum. Við værum samt í þeim samræðum. Þannig að það er í sjálfu sér þá hefði þetta kannski ekki farið inn í alþjóðagjaldeyrissjóðsmálið. Jú, já, það hefði hugsanlega gert það engu að síður vegna þess að ég get ekki náttúrulega svara fyrir það, en það er engu að síður kannski gert það. Þetta eru tvö atriði sko og það er sem sagt annað vera sem var tekið upp gagnvart gjaldeyrissjóðnum, hitt er hugsanlegt ágreiningsefni sem við höfnum auðvitað algjörlega. En ég ætla að bæta því við út af þessum innistæðum. Þannig að við erum að heyra hér alls kyns sögur það að fólk sé að taka peningarna sinna út úr bankanum vegna þess að það haldi að með okkar samkomulagi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn séu innistæður ekki tryggar lengur. Þetta er mikil fjarstæða og mikil misskilningur og það er algjörlega nauðsynlegt að koma því hér á framfæri að þetta er rangt. Og það er yfirlýsingar sem við höfum gefið út, bæði ég og svo ríkisstjórnin í heild sinni að íslenska ríkið muni ábyrgjast allar innistæður í bönkunum hér á landi. Sú yfirlýsing stendur. Og ég vara fólk við því að vera að taka peninga í stórum stíl heim til sín eða trúa einhverju sögu eins og þessari sem er búin að vera lengi í gangi og virðist vera nokkuð lífseig en ekki er minnsti fótur fyrir. Mér langar aðeins að bæta við þetta út af þessu sem ég sagði í gær 100 til 350 milljarða. Þetta var bara varfærið mat hjá mér. Auðvitað vonast maður til þess að þetta verði nær 100 milljörðunum og vonandi ekki neitt. En við skulum samt vera varfærin þegar við metum þetta. Ég einhverju að reyna að leggja mata á þessa tölu því að maður hefur heyrt alveg feikilega breytt bil bara eins og þú nefndir í gær. Ég meina, ég einhver að skoða þessi eignasöfn og að meta það hvaða þessu er á Íslandi, hvaða er brunnið upp. Það sjálfsögð er það. Við erum með menn í vinnu við þetta sem eru með tölur í þessu máli. Sumir hafa sagt að þetta væru 900 milljarðar eða 1000. Það er ekki þannig, en auðvitað reynum við að byggja okkar ákvarðanir á sem bestum talnalegum upplýsingum það gefur að skilja. Því að við talaðum að þetta Icesave-mál væri það sem truflaði afgreiðslu Íslandsmálsins hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum, er það tryggt að það mál færi núna í gegn eða er eitthvað fleira? Skilaboðin frá sjónum virðast verið dálítið misvísandi og það vanti hérna upplýsingar og fleira í þeim dúr. Nei, það er ekki rétt að vantar einar upplýsingar. Það sem hefur vantað var það að ganga frá fjármögnun frá öðrum. Það var aðalega það sem að stóð á. Nú teljum við að sá þáttur málsins sé að það langt komin að það hefði ekki að tefja málið og þetta sé komið sérst á það stig að það sé hægt að afgreiða en það er það náttúrulega
ekki til álitsauka fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að mál sem þetta, sem komið þetta langt, dragist í fleiri vikur. En hvað gerist ef þetta verður ekki afgreitt í næstu viku? Hvað gerist ef þetta verður ekki afgreitt í næstu viku? Hvernig verður ástandið hérna þá? Það verður náttúrulega ekki gott, en við munum að sjálfsögðu lifa það af, en ég trúi því nú ekki að þetta dragist með þeim hætti. Það ætti ekki að vera neina ástæði fyrir því að dragast lengur. Ef að það er komin fjármögnun hjá okkur og allir þessir aðilar í Evrópu sem hafa ljáð máls á því að taka þátt í fjármögnunni gera það vegna þess að samningarnir við Bretana og Hollendingana séu komnir á rekspöl, þá sjáum við ekki eftir að vera nein hindrun fyrir því að þetta sé afgreitt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við heldur fyrir allnokkrum vikum, það er búið að segja býsna lengi að þetta sé alltaf að koma að gerast á morgun eða hinn. Hafið þið eitthvað fyrir ykkur í því að þetta verður alltaf ekki fyrir? Við höfum fyrir okkur í því. Já, Ingibjörg, þú nefndir í hádeginu að þetta væru hugsanlega 640 milljarðar króna sem að brúttó sem við varum að axla ábyrgð á. Hverjar voru upphaflega kröfur Breta? Hvað vildu þeir að við axluðum mikið? Og hins vegar, fyrir í dag og í gær voru miklar væntingar til þess að þetta myndi klárast og þið boðuð lausn eða niðurstaða hér og nú. Hvers vegna er það ekki komið eitthvað upp á? Nei, fyrst varðandi Bretana, það var náttúrulega upphaflega krafan svo að það væri, við myndum bera ábyrgð á öllum innistæðunum, hvort sem að það voru lágmarksupphæðirnar eða umfram það. Og það voru náttúrulega einhverja drápsklyfjar sem við höfum ekki getað axlað. Ég man ekki hvað tölur menn voru að tala í því sambandi, voru ekki einhverja 2000 milljónir. Þegar við göngum frá samningunum við þessi lönd, þá munum við ekki skrifa upp á eitthvað sem við fáum ekki undir risið. Það er aðalmálið í þessu. Mari Sigrún. Aðstofamaðurinn þinn Ingibjörg sagði við okkur í hádeginu í dag að Ísland hefði gjörsamlega einangrast frá alþjóðasamfélaginu vegna þessara Icesave mála og ekki bara einangrast heldur hreinlega verið lagt í einelti. Geturðu lýst því eða þið fyrir okkur hvernig þetta birtist, hvernig þið finnið fyrir þessari stöðu? Ég finn nú ekki fyrir eineltinu, ég get nú ekki sagt það, en auðvitað höfum við einangrast þegar þessi gætt að öll ríki Evrópusambandsins, 27 tölu, eru sammála það að við verðum að leysa Icesave-málið til þess að þau séu tilbúin til að koma að fjármögnun þessara áætlunar okkar og þegar ríki innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telja að það sé forsenda, þá eru þetta ekki margir sem eru tilbúinir til að fallast á okkar lagarök eða okkar málatilbúnað og við verðum auðvitað bara að horfast í augu við það að þarna duga ekki bara einhver lögfræðileg rök og einhver lögfræðileg orðræða, en þau þarf að leysa málin eftir pólitískum leiðum og það er það sem við erum að gera. Ég vildi bæta því við að þegar að afgreiðslan verður garð gengin hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þá munum við væntanlega halda annan fund og kynna þá viljayfirlýsinguna sem við höfum gefið út, hún verður þá gerð opinber og það verður opnuð sérstök heimasíða þar sem að gerði grein fyrir því málin. Ég held að þú sért næst. Já, mig langaði að spyrja varðandi nú eru fyrirhugað á morgun enn mótmælin. Ég var bara að velta fyrir mig hvort að þið tækju þessar mótmæluhrinu til ykkar og hvernig? Ég get svarað því að sjálfsögðu tökum við mark á þessum mótmælum og við skiljum alveg reiði fólks og hún verður auðvitað að leita útrásar og hún verður auðvitað að koma fram með einhverjum hætti og þetta finnst mér ekki óeðlilegt við þær aðstæður sem að núna eru og það eru auðvitað á ýmsum sviðum sem fólki finnst að svör séu óljós. Nú, við erum auðvitað að bíða eftir Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það er eitt af því sem að ég held að skapi mikið óöryggi hjá fólki að það mál skuli ekki vera komið í höfn. Ég held líka að það sé mjög mikil óþægindakennd sem því samfara. Við stöndum í illdeilum og séum að tróða illsækir við nágrannalöndin okkar og að fólk finn ekki fyrir því að við eigum góðan stuðning og vináttu vísa. Við erum því miklu vanari að eiga góðan stuðning og góða vináttu. Þannig ég held að allt þetta fari mjög illa í fólk og eins er auðvitað fólk að skoða sitt eigið heimilisbókhald og veit ekki alveg hvernig framtíðin verður hjá því og þess vegna vorum við nú meðal annars að kynna þessar aðgerðir sem lúta að hag heimilanna en ég get mæta vel skilið það og ég ber fulla virðingu fyrir öllu því fólki sem er núna að róa ákveðin lífróður í sínum eigin málum. Það er auðvitað réttur hvers manns að mótmæla í lýðræðisþjóðfélagi eins og því sem við búum í. Við virðum það og ég skil mæta vel sárindi hjá fólki, gremju, reiði út af því ástandi sem að upp er komið. Auðvitað er maður sjálfur öskureiður yfir því að þetta skildi hafa farið svona og að bankarnir hafi ekki staðist áhlaupið frá alþjóðlega fjármálafellibylnum sem gekk hér yfir. Það er auðvitað mjög gremjulegt.
En við treystum því að mótmæli verði friðsamleg hér og gerum engar athugasemdir við þau. Þú ert næstur. Ingibjörg, varðandi því sjálfstæðismenn lýstu yfir í dag að þeir ætluðu að fara að stofna sérstaka nefnd til þess að fjalla með Evrópumál. Mér langar að heyra svona þína skoðun á þessu og er eitthvað til í þeim orðrómi að Samfylkingin hafi stillt sjálfstæðismönnum upp í vegg í þessum málum? Ég er ekki vön því að stilla fólki upp í vegg. Ég er vön því að eiga góða samræður við fólk og leita lausna og ég tel að það sé farsælast. En hver er þín skoðun á þessari Evrópunefnd? Finnst þér það skrifið rétt á? Já, það finnst mér sannarlega. Já, hefur framkoma Evrópusambandsþjóðanna sem þú varst að lýsa á hann breytt afstöðu þinni gagnvart sambandinu? Nei, hún hefur ekki gert það. Ég get alveg sett mig í spor þessara þjóða og ég skil alveg hvaða hagsmunir eru undir, hvaða hagsmunir eru í húfi þeirra megin frá, því að þeir eru auðvitað að horfa til fjármálakerfisins á 500 milljón manna markaði og telja að hans geti verið í hættu. Og ég get alveg skilið þau sjónarmið og þeir vilja ekki búa til þessa réttaróvissu, en hitt tel ég líka alveg jafn ljóst að Evrópusambandið þurfi á komandi misserum að takast á við þessa breytingu á þessari reglugerð sinni, vegna þess að ef að fjármálakerfið er orðið eitt á þessu evrópska efnahagssvæði þá þyrfti í rauninni líka að minnsta kosti innlánstryggingasjóðirnir hjá þeim bankastofnum eða fjármálastofnum sem eru ekki bara að takmarka við eitt þjóðríki að vera sameiginleg, og ég er næri vissum að það mun vera tekið á því á vegum Evrópusambandsins. Aðeins út af þessari spurningu hér, þá hefur enginn stillt neinum upp við vegg í þessum málum. Sjálfstæðisflokkurinn tekur sínar ákvarðanir sín innri mál og sína innri vinnu á sínum megin forsendum. Sama gerir Samfylkingin. Við ætlum að endurmeta, eins og við höfum lofað þjóðinni, hvernig hagsmunir liggja í þessum Evrópumálum. Hefur eitthvað breyst frá því að við tókum afstöðu til þess á síðasta landsfundi? Það hefur náttúrulega margt breyst hérna á Íslandi. Hvað áhrif hefur það á mati gagnvart Evrópu? Eitt atriði sem skiptir máli í því er auðvitað það sem við höfum séð undanfarna daga varðandi þá hörku sem Evrópusambandi sýnir í málum sem þessum. Það hlýtur að vera innlegg í þetta allt. Sölvi og svo þú. Það var talað um mótmælinin áðan. Þið segir skilja reiðina og þessi réttur að mótmæla, en haldið einn einasti maður hætti við að mótmæla morgun út af því að Sjálfstæðisflokkurinn ákveður að skipa nefnd og þessu sem þið segja hérna áðan. Þurfið ekki að gera eitt að þrennu, tilkynnum aðild að ESB, skipt út stjórnin í Seðlabankanum eða skipt einhverjum út í ríkisstjórninni til þess að fólk trúið því að sé hvað gerast? Ég get ekki svarað þessum spurningum neitt betur en þú sjálfur. Ég veit ekkit hvaða mótíf. Það er ómögulegt að ráða í það hvað hver og einn er að hugsa þegar hann gengur út á mótmæla. Og það er það einhvert eitt atriði ef einhver ráðherra fær út úr ríkisstjórninu og annar kem í staðinn. Ég veist að það breytti miklu. Aðalatriði er það að fólk skilji það og skynji að við höfum hér vald á þessari atburðarás og erum að vinna hér baki brotnu til þess að koma til móts við þarfir heimilana, við þessar aðstæður sem skapast hafa, við þarfir fyrirtækjana sem mörg hver eiga í varnarbaráttu, og svo þurfum við að glíma við stóru vandamálin sem að lúta að okkar þjóðarbúskap í heild sinni. Og það er það sem við ætlum að gera með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þú næst. Ég má aðeins svara þessu af því ég held að það sé ekkit eitt atriði sem getur sefað þessa reiði sem hjá mörgum og þennan óróleika og þennan ótta. Ég held að það sé ekkit eitt atriði sem það geti gert. Það sem að getur helst gert er að fólk fái fulla trú á því að við sem erum í stjórnvölinn, að við séum að vinna okkur í gegnum þennan haug í rauninni sem við stöndum andspænis, sem stór og mikill og erfiður viðureignar, og við séum að gera það af krafti og trúmennsku og verjum öllum okkar kröftum til þess að vinna okkur eins og ég segi gegnum þessi mál. Ef að fólk trúir því, þá held ég að það sefi ótta. Nei, það kann vel að vera. Já, Geir, þú nefndir hérna áðan að það hefur verið hætt við fyrirhugað loftrýmiseftirlit Breta. Er það tengt þessari deilu vegna Icesave-reikningana, og ef svo er það þá ekki bara eins og olía á eldinn í þessari deilu? Það er hætt við þessar æfingar af ástæðum sem að NATO getur best útskýrt. En ég tel að það sé það heppilegasta í stöðunni úr því sem komið er að þessum æfingu verið frestað. En það er NATO sem tekur þá ákvörðun og við náttúrulega virðum hana bara, og ég held að það sé ekki hægt að tengja það neitt við þessa reikninga í Bretlandi.
Heiðar, þú næstur og svo Andrés. Já, ég ætla að spyrja nákvæmlega sama. We have a gentleman in the back there. You want to ask a question now? Just a moment, please. Ég ætla þá að spyrja út í þennan aðgerðarpakka. Er þetta varanlegar breytingar eða er þetta bara tímabundið til þess að bregðast við ástandinu akkurat núna? Það er misjafnt, sumt að því varanlegt, annað tímabundið. Kannski verður eitthvað af því sem hugsað sem tímabundið gert varanlega. Við vitum það ekki ennþá. Er búið að reikna kostnað? Já, það er búið að reikna út kostnað við þetta því að við getum ekki samþýtt svona á þess að hafa hugmyndir kostnaðin af aðgerðunum og það eru kannski í þessu sambandi má nefna með barnabæturnar að nota þær ekki lengur til að greiðslujafna við skuldir, útistandandi opinberar skuldir. Það er líklega milljarður sem það getur haft áhrif á greiðsluflæði hjá ríkissjóð. Svo er þetta kostnaður vegna húsnæðisþáttarins, vísitölu, breytingur á vísitölunni og það er kostnaður sem fellur fyrst og fremst á Seðlabankann. Mánaðarleg útgreiðsla barnabóta yrði varanlega aðgerð til dæmis. Það er ekki víst að skuldajöfnun barnabóta á móti sköttum verði varanlega gert. Þannig að þetta er svona ýmsa vegu, Andrés. Mér langar að spyrja vegna þess að nú er þetta fullkomnasta regluverk heimsins í þessum mikla málaflokki að það hefur reynst vera svona stórkostlega meingallað og skaða okkur mjög. Og við bæta síðan þessi óvinveitu viðbrögð frá ESB. Ef Evrópusambandið skildi nú ekki vilja laga þetta regluverk jafnhratt og að óskum Íslendinga, kemur þá til greina einhver viðbrögð okkar hálfu eins og einfaldlega að ganga úr EES? Ég held að það væri nú kannski full öfgakennd viðbrögð en við munum ekki láta þessa stöðu koma upp aftur sem að gerðist hér í þessum bankamálum. Getum við varið okkur? Já, þetta er alveg rétt hjá þér að það var farið í einu og öllu að reglum Evrópska efnahagssvæðisins. Þær reglur verða alveg áreiðanlega endurskoðaðar. Mér fætti þetta ekki ólíklegt að í staðis að vera með tryggingasjóð í hverju landi fyrir sig yrði búin til sameiginlegu tryggingasjóður fyrir svæðið í heild sinni, þá hefðu við verið þar og ekki lent í þessari stöðu og við munum geta réttar okkar gagnvart því ef slík breyting verður gerð. En þetta kerfi er ekki hannað fyrir litlu löndin, sérstaklega ekki ef þau eru með stóra banka. Þetta er eins og margt annað hannað fyrir stærri löndin og er meingallað, það er hárið rétt hjá þér. Þessar aðgerðir sem þið kynntu til hjálpar fjölskyldunum í dag verast fela í sér viðurkenning á því að stór hluti þeirra verði jafnvel gjaldþrota á næsta ári. Þið hljótið þá að hafa einhvers konar stöðumat, þar að segja hver verður staða vísitölu fjölskyldunar mitt næsta ár með þær forsendur sem þið hafið til grundvallar. Það er engin viðurkenning á því í þessu að stór hluti fjölskylduna verði gjaldþrota á næsta ári. Ég meina, það er vonandi verður það ekki þannig og það er ekki enga tölur sem segja okkur það en við erum auðvitað að reyna að létta undir með fólki, við vitum alveg að róðurinn þyngist hjá fjölmörgum, það er ekki þar með satt að fjölskyldunar lendi í þroti en það þyngist róðurinn og við erum að reyna að létta undir með fólki með þessu aðgerðum. Þið hljótið hafa lagt einhvern mat á hvar almenningur verður stattur fjárhagslega, hvernig það verður með ágreiðslu. Við vitum að það eru náttúrulega því miður margir að missa vinnuna og þá missir fólk þær tekjur sem það hefur lagt í grundvallar í sínu heimilisbókhaldi gagnvart skuldum. Vísitalan er að hækka heilmikið og samar að segja gengistengd lán og það er þetta sem við erum að bregðast við og það á ekkit endilega bara við þá sem að hefðu kortið farið í gjaldþrot. Þetta á við miklu fleiri. Þetta er hugsað til þess að létta undir almennt með heimilónum í landinu. Nú tökum við síðustu spurningur á íslensku og svo nokkrar á ensku. Ég er eina spurningu, það var talað hérna eins og Sölvi talað það eru fyrirsjáanleg gjaldþrot heimilanna, það er mikil reiði í samfélaginu, fólk er að koma þúsundur saman á Austurvöll til þess að mótmæla og meðal annars krefjast breytinga. Það hefur engin breyting orðið hjá Seðlabankastjórn, þar sitja sömu menn, í bönkunum sitja sömu menn og sátu áður en bankarnir hrundu í helstu lykilstöðum, það eru sömu ráðherrar sem sitja í ríkisstjórninni, fólk er ekki að skynja þessar breytingar, verðið ekki að bregðast við þessar reiði almennings og síðan langar mig líka þess að vita aukalega hvað kostar þessi pakki sem þið eru nú að boða. Já, það er ekkit það að segja frekar en það sem utanríkisráðherra upplýsti áðan. Það hefur verið metið hvert fyrir sig, við erum ekki með það, sumt það þessu kostar nú ekki neitt, eru bara fyrirkomulagsbreytingar en sem samt eru til hagsbóta fyrir fólk. Í staðis að borga barnabætur og 3 mánaða frest og gera það mánaðarlega, þá tapar ríkissjóðum einhverjum vaxtatekjum. Það er ekkit stórvægilegt. Nei, ég veit ekki hverju vilt að við svörum frekar það hvort að einhverjir þurfi
hverfa af vettvangi vegna reiði fólks. Sko, við verðum þá að líka vera með eins og ef við erum að horfa bara á ríkisstjórnina sem stendur náttúrulega okkur nærri, þá verðum við að vera einhverjar sko rökstuddar ástæði fyrir því af hverju einn frekar en annar á að hverfa vettvangi, vegna þess að við erum ekki að gera út bara sko gladiatóra sem við ætlum að henda fyrir ljónin. Þannig að augljóst að peningastefna Seðlabankans hefur mistekist hrapallega með þeim afleiðingum að nú horfa margar fjölskyldur fram á gjaldþrot. Þetta eru fullyrðingar sem þú ert með hérna sem að sko Þetta eru fullyrðingar sem hagfræðingar hafa verið að setja fram. Við þurfum ekki endilega að taka afstöðu til á fundi sem þessum. Við höfum bæði lýst okkar sjónarmiðum í þessu máli og þar við situr í augnablikinu. Let's have a question from the Wall Street Journal. Could you give a brief summary in English of the reasons for the cancellation of the military exercises and to give an update on ISAF? Well, maybe I can say a few words about the military exercises. This is a NATO decision and probably an appropriate one given the circumstances, and we respect that. We of course have been in contact with NATO, but this is something that they have decided that is the best decision under the circumstances. Did you ask NATO for this cancellation? No. Who asked then? Who asked? Well, we are in regular contact with NATO. We have an ambassador at NATO. We consult regularly and evaluate different situations. And this is what came out of this particular situation, and we are not cancelling, and they are not cancelling the air policing program altogether. It's just this one part of it. This came out of consultation with them, and we of course told them about the debate here in Iceland. That we had both had a discussion in the parliament, in the group, the presidential group of the parliament, where people were worried because of these exercises here in December, and we know the general feeling among the public about this, and we have of course told them about this. And this is their decision after these consultations. So you could say that they have evaluated the political and also the economic situation here, because we have also asked for a cost reduction on our part. So there we are. Did you? Is there an update on ISAF? Has anything changed in the past day or so in your negotiations with the British government and the Dutch government? Actually, we're now talking to the European Union on their behalf through the French presidency. I think we've made some progress, and I think that soon that we can sit down and actually negotiate an agreement, and hopefully what we are doing exactly today and yesterday will lead to a decision at the IMF right after the weekend, we hope, on the loan package that we've agreed on. And I think it's about time that the IMF finishes that item on its agenda. It's not very fortunate, not for them, not for us, not for the European Union, to have this issue hanging unresolved any longer. Thank you. Did you have something? Jeg er fra Stød 2 i Danmark, køren. Jeg taler bare pinligt islandsk. Skal det så være på dansk? Ja, tak. Så vidt jeg forstår, har præsidenten kritiseret en række nabolande for ikke at komme Island til undsætning i denne situation. Deriblandt Danmark. Er det en kritik, som den islandske regering står bag også? Vi kommenterer ikke det præsidentens udtalelser. Og specielt ikke noget, han siger privat. Hvad er holdningen i den islandske regering? Angående Danmark, om danskerne er vores venner eller ej, det måske kan man bedst svare med det, at vi lavede en undersøgelse i Udenrigsministeriet i sidste år, og spurgte islændingerne, hvem er vores bedste venner. Omkring 45% sagde danskerne, 40% sagde færøerne. Så vi kan sige, at 85% af islændingene, de anser de to nabolande som vores bedste venner. Jeg tror ikke, det her er forandret. Så de danske fly på Keflavik, det bliver ikke aflyst? Nej, da. Det regner jeg ikke med. Det er ikke blevet aflyst. More questions, yeah. I'm Jim Landers of the Dallas Morning News. I wanted to ask about your budget for next year. Are you planning to cut across the board? Are you trying to protect certain areas like education so that when you come out of this crisis you'll still be in good shape in terms of your human capital? Let me give you some background.
before I answer your question. We have been collecting surpluses for several years on our government accounts. So we have a reserve. This reserve we can use to finance the deficit for next year. Clearly, we will have a substantial deficit in 2009, much more than we had suggested and proposed in our budget, which was made public on October 1st. We are in the process of working out the new numbers on the basis of the backlash that we are experiencing. Clearly, there will be a big drop in GDP. There will be a big drop in the government's income, revenue, tax revenue, and so on. And we need to make an assessment. How much can we accept as the deficit for 2009? How much do we need to adjust the expenditures to meet this change? This is what we are going to do now between now and Christmas. And this, of course, is relevant as far as the IMF package is concerned. But what is more important as far as that package is concerned is the period from 2010 to 2013. Because during that period, we are planning to change this deficit into a structural surplus. And I think that's very important. The year 2009 will be an aberration. It's a very abnormal year. We're going to deal with it in that manner. And of course, we're not going to cut any of the basic programs that we are financing through our budget, such as education. I am confident that once we get through the crisis, let's say sometime during 2010, we will have a very upbeat economy here, and the backbone of that economy will be the well-educated population that we have, and relatively young population. So we're not giving an inch when it comes to that. Yeah. All right, thank you. What about the Kaupthing accounts? Well, are you asking me in English? Yes. I guess so. Actually, I think the receivership for Kaupthing is busy working on making sure that they can cover all the claims. So that is not something that we are directly or personally involved with. This is a separate entity, the receivership or resolution committee, which is administering the old bank. And they are, I'm told, optimistic that they can meet, if not all, then most of the claims in the deposits area. So I hope that's true. Takk fyrir. Thank you. Við ljúkum þessari útsendingu frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar. Það verður sjálfsögðu fjallað meira málið í fréttum Stöðvar 2 klukkan 6:30 í kvöld. Takk fyrir.